Dr. Fútból heilsar á föstudegi í vikulokum Dr. Fútból, Gunni Birgis og Hjálmar Örn með mér. Þú ert bingokall. Já, mikill. Stýru átt bingo. Já, pæli mikið í þessu. Sko, ég hef einu sinni stýrt bingo. Nú, ok. Já. Og þar var maður sem bindur ekki baka sína sömurhútum og samferðamenn síni, sem kallaði bingo. Og ég vissi að vera svona 90% líkur á hann hefði ránt fyrir sig. Jú, maður sér það oft. En ég ákvaða að láta hann hafa af því ég hugsaði bara, ég get ekki senda hann inn upp á svið og aftur niður. Svo mætti hann aftur og sagði bingo, þá þurfti ég að kalla spaða og segja bara og eftir það hef ég bara ekki stýrt bingo, en þú ert bingokall. Mikill bingokall og ég held sem er bingo svona 2-3 í viku í mars. Já, einmitt. Sko, ég mætti með fyrir vargin. Ég segja bara með að láta vargin hafa eitt páskaegg. Já, hann kemst ekki neitt bingo í ár, búin að vera í smá aðgerð. Já. Sko, ef þið vantar bingostjóra, getur þú farið á Giggo og auglýst eftir bingostjóra og þá getur þú fengið manni svo Hjálmar, bara teimtíðin. Get ég líka sett mig inn þarna og auglýst að ég sé bingostjóra? Já, ég myndi að Hjálmar þurfa að auglýsa sig. Frábær bingostjóri. Sko, verður allt vitlaust líka á fullorðnum þegar 6-7 kemur, eða er það bara barnastöf? Ég var með barnadæmi núna í Laugarnesskóla, ég var aldrei lent í svona, það var allt crazy. 6-7. Það var allt crazy, en hjá fullorðna fólkinu þá verður 69. Já. Það verður allt vitlaust. Já. Og 69. Það rosa þegar það dettur inn. Heyrðu, ég ætlaði nú ekkit að fá mér túborg í kvöld, ég ætlaði að eiga svona rólega kvöldstund. Já. En svo fekk ég svona ákveðna fréttir. Það voru þessar hérna fréttir. Heyri, hérna. Og sjá. Þetta er það góða fréttir, ég ætla að láta ykkur bíða eins eftir þessu. Hérna. Og hérna. 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis. Heyri nú. Ég heiti Gunnar Birgisson, ég verð á tökkunum í partíverkunum á föstudag að koma þjóðinni í gírinn fyrir helgina og ég vona að þið verði með mér. Sko, hann verður með partíverkin í kvöld og ég ákvaða nú að henda bara í 2 útför. Já. Þegar ég heyrði að minn maður ég skil það mjög og ég ætla að sækja þér í smáríkið. Þetta er geggjað. Já. Þannig að lög er hann að fara að koma með. Eitthvað mesti partíhundur sem ég þekki, Gunni Birgis, og þegar hann sér partíverkin, þá er ég Þetta er alltaf ráðstöðu ykkur. Þetta er alltaf ég er búin að safna saman í góðan katalóg. Eins og ég segi, ég ætlaði nú að fá mér ekki droppa. Og ætlaði að hanga þurr. Já, ég ætlaði að reyna að hanga þurr en ég tók 2 útur af Túborg og sækja þér í smáríkið fyrst að þú ert með partívaktina sjálfa og verða að hrósa þjónustuverinu hjá Dominus. Gleymdi hvítlausolíu, fór bara í chatið. Gleymdi hvítlausolíu, getið þið redda í? Já. Ég held ég hef ekki eins og borga fyrir það. Ekki þá ég sé að hvetja þess að menn, ég var með heimsend. Já. Út af færðinni í gær. Ég senast eða þannig, ég með nýja regla heima á mér. Já. Ég fer ekki út úr húsi ef það er gul eða rauð viðvörun. Eða apsingur. Já. Þá fer ég ekki út úr húsi. Nei. Og það er bara þannig og það bara er algjörlega. Allir eru grounded. Já. Þetta var nýtt áhættumat sem ég byrjaði með heima. Fer ekki út úr húsi. Það er gul viðvörun. Þetta er svo geggjur regla. Já. Og þess vegna let ég senda Dominus Pizzuna heim til minni í gær. Og svona rétt tegði hendur út til að koma henni aftur. Ef veðurstofan var með við, þá fer ég ekki fett. Já, það er rétt. Og það er alveg sama hvað hver segir, ég fer ekki fett. Nei. Ég myndi kannski best að fara í fitnessport til þess að ég vildi þykja mig. Af því að mér átti eina af mínum betri bakaöngum svona síðustu 8 vikum daginn. Það var bara einhver pumpi sem ég hef ekki náð ansi lengi og það er alls konar dæmi í gangi. Ég var það góðu skapi eftir þess að ég laumaði einnum rauðum seðli að Gilsson, maður er hjá honum í fjárþjálun. Já. 3.990, ég sagði við hann, heyrðu. Ég veit hann hafa einn eldrauðan. Maður þarf að gera það ofta. Já, að því að tipsan, að því að þá leggur hann meiri í prógrami. Já, maður þarf að gera meira af þessu. Og bara 500 kall. Smá fyrir þig hérna. Einn eldröður. Tékkland byrjuð að skoðan 50% afsláttur ef þú segir að Dr. Fútból hafi sent þig í Tékkland. Það er eitthvað sem segir mér að Sauðurinn, Albert Ingarsson sé ekki búin að redda þessu öllu saman. Það sé ennþá með grænan. Já, ég óttast það allavega. Það er alveg viðurkennt það að ég óttast það. Drengir, ég er með spurningu frá Tölvutek.
tölvutek gleðilegt græju vor og sé snjór úti þá er þeir samfæðan að bjóða fólki gleðilegt nýtt græju vor strákar Sádi-Arabíu gullæð það verðist vera á enda hver er dýrasti leikmaður sem hefur verið keyptur í sögunni til Sádi og ég vil þakka þeim sem mættu á Hjöpkvist Dóttarfútból í gær það já, maður fekk alveg svona sem í tár í augun að sjá hversu margir mættu og maður þáttu mænt það Neymar eða? Hár rétt hjá það Neymar og margir sem hafa gleymt veru hans í sögum saman Gunnar Birgisson er ekki eins og fólk flest hann mundi eftir þessu öllu saman og við ætlum að fara að powerranka það ekki hérna 1, 2 og hérna þannig powerrankið við ætlum að powerranka núna nú ætlum við að powerranka með Netgyro já, hann er meiri kallinn þessi Netgyro já, í staði fyrir njósnar ekki fólk þessi Netgyro mér er og ó já, hann njósnar ekki einn eða neitt þú getur bara vestlað hjá þúsundum sögulega án þess að gefa viðkvæmar persónuupplýsingar getur einmitt notað Netgyro til að kaupa pítsu það var bara já, hann er meiri kallinn þessi Netgyro njósnar ekki viðskiptavini þessi Netgyro já, heldur betur hvað ætlar að powerranka fyrir mig sko þetta smass þetta er product placement en ég er með Vargin og Hjálmar hjá mér þannig að það er allt gafn og það gengið í þetta það verður búið að þetta páskaegg fyrir lokþáttar herðu, ég ætla að powerranka top 5 leikmenn að því að nú er 2 stóru viðburðir framöndan það er annars vegar að bestadeildin er að byrja og Masters er framöndan þannig að ég ætla að saman þetta tvent í að við varum 3 í holli í hvern myndum við hringja sem 4. mann powerrank ertu til í þetta? Ég til í þetta í 5. sæti norðanmaðurinn geði Ívar Örn Árnason nú já þekki hann ekki nei þú já við erum allir saman já við erum saman í þessu ég er að hugsa 4. mannin ég er að hugsa hver getur verið góður 4. maður sko ég þekki hann ekki nei hann er bara norðan hann er ekki svona þurra mannin hann er bara svona rosa geðgóður einhvern veginn og ég spila golf með pappans það er mikill meistari það er áhugaður leikmaður já það er að setja bettan upp og vera svolítið huggulegur herru, númer 4 það er svona, ég gerir ráð fyrir að hann sé í golfi ég þekki mágans vel Arnór Ingo Traustason ég held að hann geti verið flottur með okkur frændi mig líka er hann frændi þinn? einn af þessum útrúlega frændur þannig að já, ég get watcha hann númer 3 er Hólmar Örn Jónsson það er svona ég held að hann myndi alveg hann myndi svífa inn sköllótti skelverinn herðu í öðru sæti er Gummi Tóta já ég held að hann myndi væri með gítarinn kæmi kannski með gítarinn væri með settið og gítarinn og hann og Hjálm ég sé fyrir mig hann og Hjálmar saman í bíl gera eitthvað lög saman og svona ég myndi samt alltaf segja bara við hann herrunni getur ekki tekið bróðir með og það takk fyrir mig þegar ég er búin að sulla niður einu púti my wife það er lag sem við þurfum að fara að gefa út herðu, númer 1 þú veist, þetta er nú svona nokkuð Gylfi Þór Sigurðsson það væri bara gaman að fá hann með og fara við fyrir hann er alveg rosalegur í golfi já, ég held hann sé bara í kringu 0 held ég Óli bróðurinn svo er efninast í golfari landsins á sínum tíma já en hann hafði ekki skapið í þetta það er rétt hann var the bad boy of golf hann var mjög reiður þegar hlutinni gekk það er skemmtilegt ég hef gaman að þannig er þið að spila með mörgum þannig í dag? og reiðum? Nei það er búið ekki svona ég ætla það er svona nokkuð er ekki allir meira bara vel gert? nei, þú getur alveg Gunni Birgis hendur í þagnir í gólfinu það er bara maður er vanur þessu frá konum þær hafa beitt þessu triksi á mig í mörg ár en þá fyrir maður að lappa einn og þegir og svona lætur maður að vera það verður stundum alveg geðbilaður þannig að þá læti ég hann bara vera og einbytti mér að mínum leik þetta var skemmtilegur listi og ég held að sé væri gaman að spila með öllum þessum góðu dreng maður þarf að kynnast Ívari aðeins betur ég hugsaði hver er pappas? Ég hugsaði að fyrir okkur 3 að þá var ég hugsun kannski að vera ekki með kannski of ungt þú veist
Ég held að séu nú einhver, ég held að Óskar Borgþórs geti kannski verið skemmtilegur, það sksvona glömgósi Skiptir mig engum máli hvað gamlir þessi ykkur Nei, ég veit að þú nær svona til allra kynnslóða, það að falla En hver pappas Ívars? Ég mista þessu Það mikill Liverpool-stundismar Við höfum fara, höldum áfram og kíkjum á HM að sjálfsögðu Hvar happy hydrated? Ég þarf kreatín ákveðat núna Ég glemdi ég stærið þann frammi Förum í fréttnar af Írónum Írar eru úr leik Já, Írar eru úr leik Þetta var gríðarlega svekkjandi í ger Ég var að horfa á þetta Sko, ég ætla að kenna þessu öllu Ég ætla að kenna einu mann þetta allt saman Já, Ryan Manning Stöðun 2-0 yfir Ákveður hann að rífa mann þarna niður Og bara Og þeir skiljið Já, þetta var agalegt Þetta var, sko, þeir voru alveg meðan að leik þannig séð í lás, þetta tjekklenska lið var ekkert eitthvað svakalegt En svo leið og þetta kom þá veist maður bara nú er blóð og tennur Já. Nú er blóð og tennur og ég ekki að segja samt að maður hefði fundist að þeir var að fara að jafna leikin allan tíman Nei. var alls ekki þannig en það samt eitthvað í þessu Sko, hann leyndi líka í þessi að Sami Smótis færi náttúrulega meiðist þarna, náttúrulega sett hann inn á til þess að taka víti kom með kreatíð en þannig að þetta var mjög svekkjandi Quimmin Kelleher varði líka víti og maður þetta fara að líta hansi vel út Já. En hérna hvað fannst þér samt síðasta vítið? Hann bara stressaður hvað fannst mér það? Nei, ég er að tala um fótavinnunni hjá Kelleher í því víti þegar hann skrefið til vinstri er greinilega búin að ákveða að fara til hægri samt en nær aldrei, þú veist af því að hann er búin að taka svo mikinn kraft með að fara til vinstri að hann nær aldrei svona almennilega, þú veist, hann coverar langt frá því allt hótnið sko. Ætlar að setja þetta á Nei, ég ætla ekki að setja þetta á en hann er augljóslega búin að ákveða að fara í þetta hótt Já, ég pældi ekki þessu Ég var nefnilega að horfa líka á Wales Bosníu saman tíma það var æðislega stund sem við áttum í Keiluvöllin að horfa á þetta og það mátti heyra saumnál detta þegar að tjekkarnir tryðu þetta það var bara, þú veist Heimir hefur einstakt lag og koma öllum þú veist, ef allir aðrir íslenski þegar ættu svona 10% heitir ég hérna ekki fráfram en Heimir er með rosalega hátt approval rate Er þið búin að sjá YouTube-innslæðið frá Írónum, Irish Independent eða eitthvað það sem er farið að hitta bróðir hans og svona í Eyjum það er rosalegt innslag þið verðið að sjá það ég mennir ekkit frábæri ensku og það er líka sem gerir þetta að frábæri innslag og ég sé ekki ákvæmt við þetta hjörar við erum að fara að fá Heimi Hallgrímsson í sjónvarpið meira í sumar, yfir HM það er þetta góðu punktur ég held bara að Heimir Hallgrímsson er of gáfaður til þess að vera að fara í sjónvarpið af því að hann myndi ekki láta góma sig við að gagnrýna Thomas Tuchel og búa til fyrirsagnir í Írlandi, í Bretlandi eitthvað Irish manager says eitthvað Thomas Tuchel needs to take the handbrake off hann er ekki idiot hann er klár þess vegna er það sem hann er akkurat í dag þannig að hann er ekki verið að mæta hann er ekki verið að búa til eitthvað fyrirsagnir hann er ekki verið að setja út á landsliðsþjálfara Englands og setja bara einhvern eld á bálið þannig að gleymdu hugmyndin en þetta var góð hugmynd hjá ég fannst það að vera svona bara ég hugsaði hann er fínn í settið en hann er góður þú ert bara að afskrifa það hann er öflugpöndit búið að afskrifa þann ég held að það sé ekki séns hann muni aldrei gefa svona færi á sér hann er auðvitað með Írana og Írarnir er að fara á EM 2028 þeir eru náttúrulega komni með passa þangað inn og munu þar spila á heimavelli þannig fórum sjóferð þá tjekkar sem eru svo sem ekkit rosalega spennandi lið en við traditionalistanir, við virðum þetta þeir voru auðvitað í úrslaleik HM 62 sem Tékkóslóvakía hvernig var sá leikur? Djöfull var hérna sáuð þið netsettin? Flottur á hliðinni hann er orðin helviti flottur svakalega hann er orðin flottar núna en hann rík heldur sér sko en þeir mæta dönum Patrik Dorgulösum dönum þetta er stórgóðlausur þeim tókst að komast í gegnum Danindi lúkkuðu Norður-Magdalíker ótrúlegt þetta var 0-0 í hálfleik það var einhvern veginn svolítið gefið fannst mér þetta væri svona stáli í byrjun svo myndið bara brotna það oft þannig ég held að það er bara svo þessi Norður-Magdalíker var ekki að fara að halda þetta út ég held að Danindi fari áfram úr því EM það held ég held líka bara að þetta hefði rifið aðeins í hjá tjekkunum sko
Þetta voru frábæri leikir í gær, það var bara að segja stálu sver bara eiginlega, sko, komir eiginlega óvart hvað þetta voru margir góða leikir. Já, þetta var byrjaði svo sem ekki drosalega vel þarna á 17:45 leiknum eða 17:00 Tyrkland Rúmeníu. Nei. Við erum að fara í hann og voru að passa Já, ég var svo spenntur Ég var svo spenntur í þessu leik. Þú voru að halda plani hjálpa Guðanabæn. Þetta dagskrakkir. Förum hér Há gott það sem Steindi Junior sagði Það er svo mikið 45-47 orka í þessu lagi Já Þú veist, welcome to the world of 45-47 Já. Það er svolítið þannig orka Já, þetta verður TV-stefið í ár Algjörlega bilað dæmi Skulum halda áfram Besti bitinn Já, á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum Fæst hjá Samerja Og eins og Snorri Steinn segir stundum Það er ekkit betra en góður fiskur Shit Vá Svíar Úkraínumenn á hlutlausum velli í Valencia í gær Graham Potter mættu til starfa Viktor Jókeres skoraði 2 í fyrri eða bara 2 í fyrri og 1 í seinni 1 í fyrri og 2 í seinni 2 í seinni og innsildi allt saman með hérna vítaspyrnu á 73. mínútu en á Svíarnir þetta lítur vel út hjá þeim Potter að fara með Svíana á HM þú veist að því Ísak verður þá líka orðinn heill Já, ég allavega er kannski betra að sleppa að spila þeim saman þetta pínu over og fálar dæmi sko Gyökeres spilar allt öðruvísi í þessu sænska systemi heldur en gerir hjá Arsenal hann var ekkert mikið í boltanum eða eitthvað svoleiðis í þessum leik, hann var bara inn í teiga klára færi og þú veist leit bara ógeðslega vel út í þessum leik En þetta Úkraínu lið var ekki gott Þetta er fínt lið Sabarni og Sudokov Já, þetta er bara að tala upp eitthvað nöfn Þetta er samt, þeir eru búin að vera einhvern veginn að spila einhvern hlutlausum völl og einn daginn var þetta bara að fara að renna Típist sæns líka ég svo að Bojan Kirkic var hérna Bojan segi, heitir hann ekki Bojan Kirkic Svíinn hérna, það var einhver stofa eða eitthvað í uppbytun fyrir hennar leik hvernig leikmönnum ætti að líða því að spila á móti og það fór hellingstími að ræða það svolítið hvernig leikmönnum ætti að líða að spila á móti þjóð í stríði og eitthvað svona Þetta er svona ekta Svíjanir ekta er alltaf að spá í öllu svona En ég maður velti fyrir sig hvernig þeir mættu mótiveraðinni leik sko því að það eru auðvitað flestir úkrainskir fánar per prófæl á Facebook á Svíjum þannig að maður svona, þú veist, þegar engir sínt meiri samstöðu þannig að maður vissi ekki alveg hvernig þetta færi í Svíjan minn en hann ákvaða að spila bara fótbolta það er áhugavert þarna í aðdraganda þessa leiks að þá voru Svíjarnir að æfa þarna út á Spáni og kemur Dejan Kulusevski draghaltur á æfingar þetta er agalegt og þú veist það er núna komið ár síðan að hann spilaði síðast fótbolta og hans ferill er bara búinn þau vil sænskir pönditar vilja meina það að það sé mögulega bara 50-50 hvort að Kulusevski sé mögulega bara alveg game over og sen hafa samt eitthvað viðtal við hann þar sem hann sagðist bara vera á góðri leið það ekki svolítið síðan af því að svo held ég að þú veist hann búin að fara í einhverja nokkra aðgerðir þetta er búið að vera held ég eitthvað svona ævintýralegt vesens. Þetta er bara rosalegt sem er algjör synd því að Kulusevski frábær leikmaður Svíarnir mættu Pólveri og það var gaman að sitja upp í Keiluhöll í gær og þar voru Pólverjar og Albaníumenn að horfa og Albanarnir voru sko allan með hljóðin í árundum þá hljómaði eins og Albanarnir hafa verið að fáta að færum í þessum leik en Pólverjarnir, þeir tóku þetta á seglunni var það ekki Sílenski hérna fínt mark, helviti fínt mark lendu undir, vinna 2-1 Lewandowski jafnaði sko, pólska lið er ekki gott mér líst ekki á það og ekki mútið Svíum ég hef áhyggjur af Pólverjum þú er verulegar áhyggjur af Pólverjum það er nú sárt fyrir það að þeir færi ekki áfram já, ég hef alltaf stutt hann var alltaf Signi Bonjek var alltaf minn maður er ekki, í riðli með hverjum verða Svíjarnir þegar þeir fara þarna áfram í þetta allt saman við skulum bara kíkja á það hérna eftir smá stund Pólverjar, þeir geta alveg sviðurkennt það ég held að bara aldrei svo vant ætli að halda með Svíunum mínum við verðum eiginlega að fá Svíjar það væri bara, þú veist, það væri bara flott að fá Svíþjóð, Danmörk og Noreg leiðilegt samt að hvorki norður Írar nýja Veils skuli hafa komið þarna með
Þú vilti fá þá. Já, málið þeir gera þessa keppnir oft svona. Þeir lita þetta. Já, komið gott tjant og fleira. En þetta verður áhugavert. Já. Þessi leikur á þriðjudaginn, þetta verður rosalegt. Það verða margir góðir leikir. Bara allir. Múrbúðin með Dr. Fútból voru búin að kaupa þarna dótið til að bæta upp í hólurnar hjá Múrbúðin. Já, þeir búin að fá. Þú varst með í skottinu í sáðum daginn. Já. Ég gerði það sama Ég hef verið að stoppa svona hinga og þanga því að þetta virðist ekki vera í forgangi hjá yfirvöldum. Þá hefur verið að svona stoppa og þá set ég bara þennan gamla góða þrýrningin hérna fyrir aftan. Ég seti gera fyrir framann samt. Gera fyrir framann. Já. Þannig svo fólk er ekki á nýta. Herru, þeir fara í riðil með þeir fara í A-riðilin. Path D, er þetta ekki Path D? Já. Nei, þetta er Path B. Já, hvað fyrir þetta? B. Já, Holland, Japan og Túnis. Path B, Holland, Japan, Túnis. Vá. Það ekki að verið þetta. Holland, Japan, Það fýtt riðill þér á maður. Bara flottur riðill fyrir Svíana. Já, kíkjum aðeins á þetta með Múrbúðinni. Þú fær allar flísar hjá Múrbúðinni, líka bílskúrsflísar, parkettflísar. Þetta fæst allt saman hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, svo miklu meir en bara múr í getur. Sko, Tyrkirnir, 1-0 sigur í drefleiðilum leik, það var að segja eins og er. Já. Það er ótrúlega hvað er mikið af góðum leikmennum, hvað ég get alltaf spila mikið af lélugum landsleikjum Tyrkirnir. Ég hugsaði þetta. Sko, Yildiz, Guler, þú veist, Çalhanoğlu, Kenan Yildiz, tvítugu gæi. Ég held að við munum sjá svolítið mikið af þessum gæja. Þetta er ógeðslega góður leikmaður. Já, hann er náttúrulega, við höfum svona séð tölvöld með Juventus. Juventus er svona bara, þetta er kannski ekki alveg sama Juventus einhvern veginn og maður á að mun eftir. En ég held að Yildiz sendi alltaf í einhverjum af þessu stóru liðum, Real, Barca, PSG, eitthvað svoleiðis. Já, Kenan Yildiz, en þetta var, eins og ég segi, þetta var alveg ákaflega lélugur leikur, ef maður segir bara hlutina eins og er. Og hvað heitir hann að Kadioglu, sem að vinstri bakur. Vinstri bakur hjá Brighton. Þetta var frábært mark hjá þeim, en hvað er búin að, við erum að tala um þetta áðan, hvað er búin að sjá þetta oft, alveg brjálaða stundins með Tyrkja og þetta hefur náttúrulega vond áhrif á útiliðið, en ég held að þetta hafa vond áhrif á Tyrkja. Þeir eru svo stressaðir að það verður svo mikið álag og það verður alltaf svona einhvern veginn, 1-2-0 mestalagi. Tyrkirnir eru að fara að mæta síðan þínum mönnum, Kosovo. Já. Þeir tóku Slóvakana. Já, það var reynda frábær leikur. Það var rosalegu leikur. Já. Herru, og kóngurinn í Mallorca þurfti ekki einu svona skora fyrir Kosovo. Og ég er búin að vera með auga á þessu Kosovo-liði eftir að þeir raskelt okkur og beran bossan hérna í tvígang í marsmáni. Já, alveg raskilling. Það var í stættur í Marokko og bara, þeir voru bara að hýða okkur. Sko. Þú tókst hattinn ofan. Já, þeir eru bara gott lið. Þetta er gott fótboltalið. Og þeir eru á heimavelli Tyrkjunum. Hugsaðir. Þeir eru númer 79 í píramítanum eins og Arnar Gunnlaugsson myndi kalla það. Já. FIFA ranking. Já, píramítanum. Hverjir eru í þessu Kosovo-liði þarna? Manni, eru með einhverja stjörnu svo? Já, Múriki. Já, ég fyrir utan Múriki á Mallorca. Já, þeir eru með Múriki hérna sem kom ekki með systemið hjá Man City markmaðurinn sem að það var reynda slæmur í ger. Já. Annars er þetta ekki kannski Aslani er þarna. Fyrstu Aslani hjá Hoffenheim. Já, Aslani. Þannig að það er stjörnunar í söllu saman. Þetta er svolítið Ísland. Þetta er Kosovo, Tyrkland. Það er eitthvað sem segir mig að getur verið hittið þarna. Já. Það er að vonast eftir að fá eitthvað góðan hittið þarna. Já. Mikið af þessu leikmönnum að spila í Þýskalandi. Já. Þetta verður spennandi að sjá allt saman. Það var bara loka leikurinn í þessu öllu saman, loka hnikkurinn, ef svo má segja. Þetta er við. Skoðum síðasta leikinn Teygja með Dr. Fútból. Teygja, eitt af þessum fyrirtækin sem getur notað Teygja hjá er skál. Hafið borðað á skál? Já. Það er svona aðeins, það er hollari valkostur. Já, ok. Þið er ekki fyrir hollari valkost. Jú, er það nú mikið sko. Alltaf til að skoða það. Já. Skál Reykjavík á Njálsgötunni. Njálsgatan er eina af þessum fallegu götum í Reykjavík. Rétt hjá Sundlauginni góðu. Sundlaug Reykjavíkur. Sundlaug Reykjavíkur. Sundhöll Reykjavíkur. Sundhöll Reykjavíkur. Þetta hljómaði eitthvað vitlaust. En það er skálið. Það skálum við saman. Fáum okkur hollari lausnir fyrir þig og þína.
Það eru ítalarnir okkar, þeir eru stressir á móti Norður Írum í Bergamo. Tvölu sigur var niðurstaðan til umvikið með það. Ítalir, Sandro Tonali allt í öllu skoraði og lagði upp. Það var geðveikur í þessu leik. Mosi Kean með annamarkið. Norður Íra náttúrulega ekki með neitt frábært lið. Nei, alls ekki. Þetta var erfitt fyrir Norður Íra. En þetta voru alveg yfirbyrðir, en ég bjóst við kannski að Ítalandi myndu, þú veist... Keiri við þá? Já, myndi keira ég held að flestir hafa haldið það. Það er ekki ítalski skóli. Nei. Það er bara ekki ítalski skóli. 2-0 bara einhvern veginn þægilegir. Já. En þeir mæta Bosníu, en Bosníumennir náðu í 1-1 jafntefli og þetta hentu þeim út úr í Vító. Craig Bellamy er hún svona einhver mjög andlegur náungi, mjög gaman að horfa viðtöl við hann núna og svona. Já, samanlega því. Áhugavert með Sala. Já. Hvað sagði hann? Það bara trilltist þegar hann var spurður út í Sala. Já, kannski ekki trilltist. Er hann leikmaður Wales? Er hann leikmaður Bosníu? Nei, á ræðu hann ekki. Nei, ég er bara skið það mjög. Já, ég er samanlega því. En DJ-in með mark, svona drauma mark fyrir Walesina. Þetta er bara eitthvað flottasta mark. Þetta hlýtur að vera Puskas tilnefning, sko. Já, þetta var rosalega mark á... Ég skil ekki boltaflugið. Ég bara átta mig ekki á þessu. Nei, þetta var alvöru mark og þetta mark sem átti skilið að vinna þetta allt saman í þessum leik en Bosníum, en þeir tóku sér yfir. Og hver haldið að skora? Fertur Edin Dzeko. Og skoraði ekta Dzeko mark. Nikkaði honum inn eftir hótt. Geggja mark. Fertur, sko. Já. Edin Dzeko og svo kom að Vító sem maður hélt að Cardallo væri að fara að breytast í hetjuna þarna en fengum hann að vonlust víti frá Brennan Johnson sá er búinn og Nico Little Williams Já, þetta var ekki gott Harry Wilson, maður bara svona ég þurfti ekki að horfa á víti og ég vissi bara sko. Það er alvöru skot maður Já, gaman að þessu það er bara rétt í lókin bara með Kia bara veljiði hver á bestur í þessari play-off-umferð Þetta er erfitt en einhver einn ekki bara Viktor Jókeres Ég er að segja að það er erfitt að horfa fram í án með þrennu Við verðum að gera það Jókeresinn er hetjan þjálfari Kosovo hlýtur að vera þjálfari þetta var alvöru sigur Það er ekki alvöru þjálfari alvöru kalla það Það er ekki Franko Fota og svo er það búðingurinn í þessu öllu saman það er Ryan Manning Já Hvað hétar aftur Manning í Wikileaks-stótunum? Ég hugsa alltaf eitthvað Heyrðu, það var alltaf Chelsea Manning Ég hugsa alltaf þegar ég heyri þetta Ég hugsa aldrei Danny Manning í LA Clippers Ég hugsa alltaf Chelsea Manning Hvað var það Chelsea Manning maður? Herðu, svo var það Suriname sem að töpuðu á svekkjandi Hengten Kate og félagar þeir töpuðu fyrir Bólivíu Það er hrikalega gaman að fá Bólivíu menn sem töpuðu bara 15 lengjum í undankeppninni í Suður Ameríku að fá þá í sumar og í hinu leiknum var einn annar leikur sem var Jamaica Jamaica er á leiðin í final Já, við fögnum því nú Unnuður ekki, hver er unnuður? Nýja Katalóníu eða eitthvað? Já, Nýju Kaledóníu Nýju Kaledóníu Unnu 1-0 Samfærandi 1-0 sigur Samfærandi 1-0 það sem að Katamatti Er þetta sonur Er þetta sonur hans í Evertón hérna? Já, þetta lítur á sonur hans Já, þetta er sonur hans maður sér það strax Sér það langa lið Hann er á Wrexham Sjáðu líka hverjir eru í Jamaica liðinu Þú ert náttúrulega með Blake var brugðið í markinu Þú ert með Campbell Hann er einhver staðar sem ég veit hvað er Katamatti í Sheffield Wednesday Svo með Mason Clark í Coventry Er hann ekki á Stoke-Campbell eða hjá hverjum Jú, geta ekki Nei, Charlton Og svo ertu með Pinnogin í vörninni Þetta er geggjað Þetta er Brooksarinn hérna og Pinnog og Webster Svo bara kom Bailey inn á Aston Villa Hann bara settur inn Já, það er ekki búið að vera eitthvað smá vesen Jó, hann er búin að vera mjög slappur Og svo kongurinn Bobby Reed Bobby Deckardona Reed Já, en sko, þú veist, eins og með þetta Þú veist, hérna erum við með Suriname sem eru í sæti 123 á heimslista FIFA og Nýju Kaledóníu sem eru í sæti 150 á heimslista FIFA Já Þú veist, I get this að það sé verið að reyna að ná til að klukka allar heimsálfur og allt svoleiðis en það er ótrúlegt að vægi Evrópu skuli ekki vera þyngra í að því ég meina að þú sér bara liðin sem er að detta út bara í gær og svo liðin sem að dutta út í undankeppninni sko. Þú veist,
Ég myndi alveg treysta Íslandi til þess að vinna Nýju Kaledóníu og Súrinam. Evrópa reyða til falls og nú komin tími til að við skiptum yfir Ekki í fótbolta. CONCACAF. Ekki Við þurfum að fótbolta. skipta yfir í CONCACAF. Ekki- Við höfum að færa okkur nær grænlendingunum. Já, þetta um Ísland. Já, við höfum að fara yfir í CONCACAF. Við höfum alltaf að fara í CONCACAF. Við höfum að vera CONCACAF. Já. Þetta einhver besta hugmynd Fá sem ég þá hef. miklu skemmtilegri heimsóknir. Þá fáum við alvöru heimsóknir, sko. Ég búin að segja því 100 ár en hlustað. Nei. Hjálmar, hlustaðir, já. Það ekki hlusta Geðveik hugmynd. Herri, við ætlum að fara með orkunni. Já, það er bleika bensíni, það er góða bensíni. Við ætlum að fara með orkunni í landsleikin á morgun. Íslendingar að fara að leika við Kanada. Þetta er okkur mjög góðum tíma. Ekki klokkan bara 4 eða 5. hálf 5 eða eitthvað. Já, Ég veit ekkert hvað þetta er í Kanada en ég hef séð einhverja myndir. Það er alveg skýta kuldið er þarna. ekki Toronto? Toronto. Þetta er Toronto. Og já, íslenska landslið mætir þar Kanadamönnum. Það var, já, maður gæti ekki annað en hlegið að því að Viktor Daðason, eitt besti leikmaðurinn í Champions League fyrir í riðlakeppni, hann var bara að spila 21 árs fótbolta í gær og hann var að spila með leikmenn úr lengjudeildinni sem er undirbúið sér fyrir leikjum þetta ægi. Hann var að skora nú kamp daginn. Hann auðvitað sett í gírinn að einhverja smá stund, skoraði 2, lagði upp 2 og kláraði leikinn. Jú. Á morgun verðum við eiginlega svona, ég veit svo sem ekki hver á frammi, Orri Óskarsson hefur ábyggt ekki spila meir en 60 mínútur í leik núna í heilt ár, þannig að ég veit ekki hvort að hvað má nota hann, hvað svo sitt leifir. Jú, hann er Hann er náttúrulega spila aldrei neitt. Já, hann Hvenær spilaði meira en klukktíma? Það er nú held ég ekkit svo langt Fyrir að fara á Joe Biden tíma til þess? Nei. Þetta er svo langt síðan. Já, en ég meina, þú veist, við getum ekki talað niður leikmann sem er að Ég er skora ekki reglulega fyrir Real að Sociedad. tala um neitt liður, hann er aldrei heill. Nei, Hann getur ekki spila meira en klukktíma. Já, það kemur í ljós, hann er allavega mættur í þetta verkefni. Já, ég skil ekki alveg hvað er í gangi þarna, en hann á að leiða línuna. Ég sagði ykkur það að Brynjólfur Willumsson er ábyggt ekki verið að spila neitt. Nú? Hann klúðraði þessu etadótið, hann sá ekki fréttina sem að hörðu Snævar Jónsson skrifaði. Jú. Ég meina, ok, ég ætla að setja þig Hjálmar, þegar þú getur sett í spór. Já, Það er verið að kynna nýjan Ford Mondeo í Kanada. ok. Pabbi er búin að senda á sýningu til Kanada að skoða bílinn. Já. Og þú ringir í hann, hörðu, ég vissi ekki að þetta gera eta. Ok, hvernig tekja þið? Já, það væri bara, ég veit ekki, grounded. Það væri bara grounded. Nei, ég meina, Þetta er bara, þetta er ridiculous. já, þetta er ridiculous. Já. Og ég veit að þú Arda Gulljónsson almennilega náungjátt, Já, já. hann er ekki verið að spila allavega mínúti í þessum leik á morgun. Þú klúðrar ekki svona, ef þú ert profi. Nei. Það bara geimið virkar ekki hannig. Sko, hvernig er það með þetta? Þurfa leikmann að græða þetta sjálfur? Þetta er, já, þú verður að græða þetta sjálf. Þó að þetta er bara eins og bara þeir þurfa líka þetta í vonandi að reyma skóna þið. Já, ég er að segja, þú getur ekki látið einhvern annan fylla þetta út fyrir þig. Það er Já, ekki ég hægt. vona það. Það er ekki hægt. Þú veit að sé þessi æfingasvæði séu hún alltaf flott eins og ég tala um. Hann, Já. þú veist ég... Þessi völlur sem það ræfa er held ég ekkit eitthvað stórkostlegur en hann er svona frekar. Nei, ég er að tala Grár. bara almennt, Já, bara já, allt já, er svo já. flott í kringum Já. fótboltan sko, en þú Alveg voru rétt. samt að þurfa að hugsa þér að fyrir hann, Brynjólfur, að ringi pappa sín. Þú veist, ef það er einn maður sem myndi ekki nenn að ringi í og láta vita að ég klúðra einhver svona basic dóti, Viljum. þá er það the big W. Hann lærir á þessu, ég hef engar okkur að Brynjúli. Heldur að pappi tekið svona, Nei, hann lærir á er þessu. vittlu, sko. Nýr Ford Mondeo. Einhvern veginn bæði hlaðbakur og svo einhverju svona rungóðu setan átti að senda strákir að skoða hann. Hlaðbakur. Er það hatsbak? Já, er það ekki, hlaðbakur, er það ekki Hlaðbakur er bara station, station. já, ég er að segja það. Já. Þannig að Gaman að nota gömlu orðin, hlaðbak og svona. Ég er gaman að þessu. En ég Nei, meina, þetta er ekki gott, en hann lærir af þessu. hann lærir að þessu. U21 er að fara að spila núna móti Fraklandi. Er ekki bara fínt að, þú veist, leikmenn eins og Daniel Tristan og Viktor Nei, bara, Fáið þá leiki? þeir eru bara einir af bestu leikmennum í Íslands og bara áttu að spila bara í alvöru fótbolta. Já, en Þessi eistar í gær, ég hefði getað mætt eins og ég segi með stjörnulið Ómars Ragnarsson með Ómar Ragnarsson ennþá inn á. Já, ég er ekki grinn að staði í þeim. En það var að hrósa hægri bakurinn Hlynur Þórhals. Þórhalsson Þróttari. Þrótti. Já. Hvernig getur þú verið ennþá í lengjudeildinu og byrjunarmaður í 20. landsliðinu? Já, þetta er áhugavert. Það er mjög skrítið. En eins og ég segi, þetta íslenska lið var ekki frábærtlið.
En kaupum við þá ekki bara þennan Þórhallsson, bara eitthvað liður núna og sko, menn flettis upp í goal unit bara let's go. Jú, ef þú myndir rennur mikið goal unit ef hann byrja inn á YouTube-dænum. Ég meina, það vantar fullt að liðum hægri bakgrunn, taki hann að gæja, hann á ekki verið að eyða heilu ári í lengjupikatu nú. Það er sennilega upp með þróttir nú. Nei, ég meina, hann er bara kveiki heilu ári. Nei, það. Hann á ekki, þú ert þetta góður, byrjunumæður í 20. Já, ég skil alveg þá átt ekki að vera eitthvað að leikaði með Þrótti þó að þessi vinninir og já, en það samt svolítið loðið við Þróttur og þeir eru svolítið svona lojal. Þið fylkismenn eru mest lojal á öllum. Já, við erum það er ekki Árbæ Bilbao á Íslands, ég kalli þetta Bilbao á Íslands. Svo líka bara, já óþolinmæði íslenskra knattspyrnu manna. Það er enda góða punktur. Já, en þú verður að finna verkefni við þinn hæfi, þú veist, eins og ég myndi láta þið fá starffræðihefti 3A en ég veit hversu fljótur hann er að reikna ég myndi þið að fá svona bók bara svona starffræðabók algebru bara sem, það þurfa allir verkefni við hæfi og ef þú byrjur í 21. landsliðinu þá er lengjudildin ekki verkefni við hæfi. Nei, við skulum sjá hvað það setur. Það verður gaman að, ég ætla að fylgjast með þessum landsleikjum vel helgina, verður gaman að sjá þetta, verður auðvitað áhverð að sjá hvort að Orri getur hinnlega að spila meira en 60 mínútur. Ég meina munu margir spila meira en... Heldur þetta verið þannig að mann rúla bara? Ég myndi náttúrulega gera ráð fyrir því. Ég vil bara fara að undirbúta almennilega. Gera þetta eins og menn. Undirbúa hvað? Bara, við erum að fara í þjóðdeildina. Já. Hún er að bresta á. Já, en aftur, ég meina eru mörg spurningamerki í íslenska liðinu? Velur þetta lið ekki sig nokkuð sjálft? Þegar þú ert með að fá mann að hópa að þú veist, lítur eins og víslíkar þá er það oft ansi hætt við því. En myndirðu byrja Viktor Bjarka í íslenska aðlandsliðinu akkurat núna? Nei, þú myndir ekki gera það. Nei, ég var alltaf með hann í hóp, ég er ekki viss að ég myndi byrja hann. Ég myndi byrja Orra, en ég myndi náttúrulega veita að hann getur ekki spilað lengi. Þú veist, ég myndi allavega ekki þóra, ég myndi allavega ekki vináttuleik við skemma fyrir honum þannig að hann meiðist hjá mér í vináttuleik. Þannig að einhverju kulda við erum með gott backup. Það er drullu kalt í Toronto. Allt það sem allt Kanada í mínum haus raungerðist einhvern veginn að horfa og vera að æfa. Ég er bara svona, mér eru aldrei langað til Kanada. Farið til Kanada helgina. Ég væri til ég er að fara hérna á bortennismóti hérna rétt fyrir þetta Selfoss og mörgina Toronto, ég hef komið til Toronto þetta er litla New York, ekki borg Já, kannski ég sumri til það er kannski í lagi en látum við það eiga sig Hefur farað aðeins heim það er bara 2 vikur í það Já, besta deildin að byrja Nú hríslast maður Já, nú byrja maður að grilla Ég hef aldrei verið hræddur við að grilla svínið dæmi hver sem vill Ég grilla það óhikað Ég tek ekki sjensi bara Það er rosalega Ég held ég hafi ángrís aldrei grillað svín Grísasneiðar Skal koma með þig Já, virkilega að vera með þig Og það er gott fyrir budduna líka Já Það er náttúrulega það sem maður horfir líki í Skoðum þetta allt saman Jói Berg fekk bara flott tilbúð frá Breiðabliki og þetta snýrist ekkit það og bara hafði ekki áhuga að flytja heim Það er málið En ef þú ert eitthvað að rífressa MBL og vísi myndur þú vilja flytja hinga Nei Appelsinu gulæð og eitthvað djöf Já, fyrir utan efnaðarsátt Óða Verbólga og Mike Bassett að stýra Já Þá ætti hann að vera nei, ég verð bara áfram út En hvað er úti? Bara spánuð það? Bara það sem hún langar að vera Er hann ekki að fara að taka 1-2 ári í viðbót eitthvað stær svona bara Já Það er bara ekki rosalega eftir svona verðt að vera 36 ára gammal fótboltamaður í dag sem markaði sem einu sem voru til eru svolítið þyngri í dag en Jói, svo sem skilur eftir sig gott orðspor hvert sem hann fer hann er að samna arabísku fyrstum ég er alveg samfærum að hann geti að komast eitthvað þar að en það er auðvitað ekki sérstætt ástandi þar meðan að Íranar er að henda einn og einni rakettu að nefnir Heldur betur ekki Þú talar ástand hér sko hann er ekki að koma úr frábærum málum heldur þar sem hann var að spila sko þannig að Saminuðu? Já Þannig að Er búið að varpa eitthvað yfir þangað?
Ég Nú, ég bara hef ekki Nei, náð ég er að ekki fylgjast nógu vel með Nei, þessu. ég fylgist alls ekki Sko, ég gæti ekki sagt þér neitt um þessa deilur Sko, ég get sagt þér hérna Íraksstyrjun 91, þá fylgdist ég með þessum minute from minute Ó, já. og Peter Arnett var bara eins og pabbi minn þarna í 2 mánuði. maður kom heim eftir mentaskóla og beint og kveikt á beint útsendingu bara og þetta var bara í gangi allir svo og maður bara, heyrðu, þeir eru að sprengja í kvöld, ég verða má ekki vaka og sjá þetta. Þetta var ótrúlegt En, heyrðu, þeir eru að berja, svo alltaf er að land, þegar þeir fóru að berjast á landi, Já, held já. ég alltaf að Írakarnir myndu koma sterkir tilbaka. Nei, Að því ég heldur myndu fela sig í Já, sandum. já, nei Ég hefði ekki vitað því Það eru ekki vitað En því. það hefði verið mikil bæði lyftustöng náttúrulega fyrir Breiðablik sem að maður sér sem svona það lið sem að þú veist, kemur til með að veita Víking líklega mesta keppni að það hefði verið risastórt fyrir það að fá Jóhann Berg heim líka mikið talað um eins og leikmenn svo Átna Vill og svona, ég held að þú veist, þetta séu leikmennir svolítið sem að gætu svolítið lift klefanum hjá Breiðabliki upp í það að vera alvöru kontendar En hvað hérna, er ekki bara rétt það sem hefur komið fram í fjölmjörnum að hann er alveg sláttur við hérna tilbúið en bara vildi ekki flytja heim, er þetta ekki cirka rétt eða? Jú, þú veist, eina sem heyrir er svo sem bara eitthvað í gegnum hans menn og þá er það á þessa leið Er blikarnir svolítið að lendi í hérna, hvað er þetta hérna? Manstu þetta þessu lagi? Já, nei Já, er þeir að lendi í þessu svolítið? Nei, að sko að fá neitun Já, Nei, er það ekki bara Jói Berg eða? Djuric Já, það var nú held ég af svona mál af öðrum toga sem að þú veist, ég held að sé ekki hægt að leggja þetta saman Ok. Þetta tvennt, ég held að það hefur verið bara já, ég held að bara að Káa hafi hentað honum betur á þeim tíma Ok Það er ekki engir fleiri leikmenn sem hafa þeir hafa verið með svona undir smásjónu sem hafa farið hana Sagt nei Já, Nei, ekki á þessu undanúrstímabili kannski alveg rétt Það er náttúrulega hafa ekkert verið orðaði við neitt allt og marga leikmenn Breiðablik, þetta hafa verið þessa sögu með fyrrum blika Ég var svakalega til í að fá hann í deildina Jöfnlega til í Já, Ég var að gleyma þessu lagi Þetta er svo geggja Sonja Svona er Valdinn Já, Rósað lag Er þau hætt? Er það staðfest? Áttar? Nei Það er ekki búið að staðfesta þessi Nei, ekki tætt Ég heiti Plóter bara núna mándaginn Ok, síðast. ok. Þú varst með mér, Bensa Það er rétt Við rættum framhaldið í rólegutunum þar og nei, það er ekkert það er enginn að hætta einunni en einum Þetta eru svo mikið einu fréttnar í þessu öllu saman eða hvað eru fleiri fréttir? Hver er? nei, bara það að þess, ég held að fólk átti sig ekki á því hvað þetta er mikið statement út í kosmosið að mæta spila 2 leiki sama daginn, vinna á báða við lið sem að þú veist, Stjarnan bara hörku öflugt lið og eru Þetta var Víkingana Já, það er Já, Það er Víkingana vinna, mæta með enga varamann upp í miðgarð og bara pakka þeim þægilega saman sko. Já. Stjarnan eru sem stendur ef við skoðum til dæmis bara svo sportsbókina hjá Epic að þá er Stjarnan 3. líklegasta liðið til þess að vera Íslandsmeistari og Breiðablik þar rétt fyrir ofan en Víkingar með svona nokkuð afgerandi stuðul þar 2.50 Það er samt 2.50 Það er Mér heldur finnst það- mikið Með hvað þetta á að vera mikið yfirbyrð sko, Ég hefði bara haldið að það var 1.36 eða eitthvað þetta er eiginlega komið á þann stað að maður svona veltir í fyrir sér hvort að það sé svona hálfgert óðsmannsæði að vera að þú veist, eigða alvöru peningum í þetta tímabil í staðin fyrir að hugsa bara, herðu eigum við að búa til lið bara sem að getur keppt titilinn eftir 2, 3, 4 ár þú veist, eigum við að horfa þannig fram í tíman Var ekki Stalin, var hann ekki með 5 ára plönu eða var hann Lenin? var ekki Stalin með 5 ára? Já, það var annarkorið þeirra þannig að þú vilt fara í eitthvað svoleiðis Já, ég meina ég held að séu of fá lið sem að það er að segja, við höfum áður séð svona plön að það sem á að plana eitthvað til 3 eða 5 ára eða eitthvað svoleiðis en yfirleitt hvað er þetta að tala? Þú veist, ég meina Vestir eru á leiðin í Evrópukefna þetta er nú ekki eins og þetta sé, þú veist, Vestir eru náttúrulega gerðu frábælega þeir eru með að fara í hérna Evrópukefni með reglíf núna ég meina en þeir fjallu, vestramenn leiða mönnum að dreyma já, en þeir eru samt á leiðin í Evrópukefni að hann heldur að það fara upp á næsta tímabili ég veit það ekki, en þeir eru alltaf á leiðin í Evrópukefni það er geðveikt það er geðveikt, alveg klálega en ég meina, en eitt tímabil í Evrópukefni once in a blue moon gerir hann og er ekkert fyrir bækurnar ég bara sínaði bara hversu þú veist, hversu stutt þú getur verið frá þessu, að vera komið mættur í Evrópu já, og líka Og bara hversu vestramenn stutt þú gera getur verið frábærlega. frá því að vera algjörlega, ok, tölum við aðeins bara í útópískum heimi ef að Víkingar verða ekki Íslandsmeistarar og segjum bara svo þó að ég hafi enga trú á því að þetta geti gerst segjum svo að þeir færu ekki í riðlakeppni sambandsdeildarinnar
sem þú reyndar sagðir að myndi gerast einu svona 20 ára fresti. Já, svo dró ég það í land af því að ég sá að leiðin ángað er töluvert auðveldari og eins og þú veist, þeir eru seeded og allt svo leiðis. Ég meina, ætla þú að segja mér að knattspyrnufélagi Víkingur lifi það af? Já. Með núverandi skuldbindingar, samninga og annað? Já. Heldur það? Já, ég heldur við lifa af. Já, ég held svo sem að, ég held að það fari ekkert lið á hausina því að, þú veist, það er náttúrulega ríki og sveitafélag eiga þetta náttúrulega. Þannig að, Ég lifa af. Ég skil hvert út að fara. Það er menn að spenna búan. Við getum ekki verið svona einfaldir. En sjáðu bara eins og til dæmis í körfubolta. Þar er til dæmis engin Evrópa en eitt, bara stoltið og vinna. Þú veist, menn að setja svakalega peninga þar. Man er svo eldist alveg á kaffinu að maður heyrði hvað áltnesingar er að setja í þetta, sko. Ég veit allt um það. Og mikið flæði náttúrulega af erlendur leikmönnum þarinn sem að koma á svona stuttasamninga, þú veist. Þú veist, til dæmis eins og Álftanes er ekki eins og úrslíkjafni. Nei. En liðið get ekkert eitthvað Breiðabliksstjarnan og K.R. get ekkert verið eitthvað. Tökum við rólega og sjáum svo hvað gerist. Og leiðum þeim að sanga sér þessum peningum og íður. Nei, ég er ekkert að segja það. Það er ekkert hægt að gera það svona. Ég er bara að segja, þú veist, eins og ég sé þetta akkurat núna, að þá er Víkingur með 2 lið sem að ég geti trúið að getu endað á topp 3 í bestu deildinni. Víkingur 1 og Víkingur 2 myndi enda í topp 3. Ég hef heyrt svona áður. Ég man þegar að Valur mætti með liðið 2008. Já, Valur sótti náttúrulega líka mjög mikið fyrir tíðumbili þarna eftir að vera Íslandsmeistarar 2019. Já, þá sóttu þeir bara allt sem heiðist á markanum og þetta er svo sem alveg rétt. En það sem að ég held að sé kannski stóra spurningi með Víking er hvað ætla þeir að gera þegar að allir eru heilir og þegar að, þú veist, Erlingur Ragnarsson, Viktor Örlygur, Tarik, þú veist, munum við sjá leiki, Davíð Atlason, Karl Friðleifur, þú veist, munum við sjá leiki þar sem að þessi leikmenn verða kannski mögulega utan hóps. Já. Og þá tikkar inn einmitt þetta óþolinmæði hjá íslenskum knattspyrnumönnum að þá vilja menn alltaf bara, þú veist, lán, fara, eitthvað, þú veist. Já, það er partur af þessu. Svona, þannig að hópstjórnun hjá Sölva mun skipta mjög miklu máli fyrir Víking á þessu tímabili. Við skulum fara í smá smass eða pass. Smass er gula, danska, norska afsækið, snildin. Það er alltaf búið að éta vel af þessum póka eins og ég hef búin að röfla yfir. Já. Þú með 2 hættulega hérna í settinu. Já, og þú með 3. mannin sem ekki síður hættulegur. Það getur tekið til sín. Herri, fórum við í smá smass eða pass. Verður Jökull ennþá þjálfari Stjörnunnar í október? Smass eða pass? Hann er líklegastur hjá. Líklegast til að fara, samkvæmt sportbókinni. Verður hann reikin? Smass því reikin, pass því að maður áfram? Nei, ég held að Stjarnan verði bara fínir í Lifir hann ekki bara alltaf af? Against all odds. Ég held að segja pass. Eru þið með tónleika, vannlubræður? Nei, ég held bara ég held að hann fái hlutina bara til að stamma það. Eru vannlubræður? Maður að vera trúr sinni sannfæringu. Ég held að segja að lifið þetta af. Smass eða pass, byrjar Elías Már yfir eða undir 11,5 leiki í deildinni í sumar. Þá erum við að tala um í þessu 22. Yfir eða undir? Yfir. Þannig að það er smass. Já, er það ekki. Ég held að bara rótiringar á hópnum verði mjög mikil. Þannig að hann byrjar þetta margar leiki. Já, ég held að byrja alveg 14 leiki kannski. Þetta er gott. Ok. Já, næsta spurning. Ólafur Ingi Skúlason. Yfir eða undir 2,5 rauðspjöld í sumar? Sem þjálfari? Já. Ég tek undir. Er verið að bjóða þetta? Það er ekki verið að bjóða þetta. Ég er að bjóða smass eða pass. Já, ég segi undir. Undir pass. Er hann? Og þú pass líka. Já. Ég held að það var ekki heitur á línunni í sumar. Nei, þú veist, jú, hann verður alveg heitur en ég held að hann verður nú ekkert að láta reyna svo. Þetta er ekki 3 rauðspjöld, goddammit. Ágúst Orri Þorsteinsson. Yfir að undir 3,5 mörk í opnum leik. Yfir. Setur 9 og 10 stóðsendingar. Já. 19 GA. 19 GA. Það væri gaman að sjá. Já. Yfir 3,5 mörk. Ef hann klára tímabilið. Já. Þetta er hann bara keyptur út. Mikill áhuga á hann. Ég svara það. Og ég er alltaf. Já. Hvaða liður það? Ég svo sem er ekki með henni liðin. Það var náttúrulega þetta Raká pólska liðið var mjög hásamt mann og bauði hann. Er ekki búið að testa þetta Króatíu? Já, maður getur myndinu hérna Snats, anything to declare, don't go to London. Það er don't go to Croatia.
Við erum búin með það svolítið. Við erum búin með það og var gaman að prófa þetta. Ertu með eitthvað meira? Fallegt. Nei, þetta var smassað. Þetta er skemmtilegt. Viltu meira? Nei, þetta er bara Ég frábært. gefa bara meira seinna. Já. Ég er ekkert að kreista allt út núna. Nei. Ég hef mestar áhyggjur af Hemmar Heiðars ef við ætlum að tala að þú varst að tala að við verum vanilubræður. Ég hef meira áhyggjur af Hemmar Heiðars heldur en ég hef af Jökli. Okay. Ég er búin að kveiki í Það verður alltaf svo sár. Nei, ég er bara að segja, þú veist, fyrir mér liggur valjúið, því við erum að tala spáspækur og annað, að það liggur valjúið í Hemmar Heiðars, myndi ég halda. Því ég held bara að Þú veist að ég byrjar að halda með Val, sko. Já, ég veit það. Er þetta ekki samt Jóhannes? Ertu ekki, já, FH og Val. Já, betur FH, þú ert að gera ráð fyrir FH í neðri og Val í efri. Já, tekur það, já. Það er svona bara því að maður er búin að læra að vera klókur. Ega eitt uppi, eitt niðri. Svo held ég svona líka með Breiðablik aðeins. Það er svona meira heima hjá mér. Þegar ég heima hjá mér held ég með Blikum. En Þetta er svolítið mikið að liðum. Þetta er svolítið mikið að liðum. Volt, já, ég óska Volt fjölskyldunni til hamingju með ráðninguna í gær. En hvað ert þú fyrir norðan þegar við förum á Þór Káa? Hvað er meginn alltaf þú að setja? Ég er nú upprunalega Þórsari. Ég er upprunalega Þórsari, en ég er Káa maður. Já, þú setur með Káa meginn. Já, við dattaði. Upprunalega Þórsari. Svona upprunalega í grunninn. En ég hef svona verið svolítið heillast af Káa-liðinu. Og frændi minn í liðinu. Og frændi minn líka, Jakob Snær. Það er frændi minn. Já, en hann er ekki einn af þessum stóru í liðinu. Hann á eftir að eiga breyka á tímabil. Sjáum til Herri, fyrir mig enska boltan Volt, já, til að mikið með ráðningun á Volt. Jói Már er enn að klífa upp stigan góða hjá Volturunum og minna auðvitað á Volt Plus. Man ennþá eftir eins og í gær þegar ég notaði Volt í visskipti. Ég sagði þetta er ógott til að vera satt. Þetta er ekki bara að gerast. Þessi sending er aldrei að fara að koma heim tíminn. Gleymdu hugmyndin. Ég á frænda sem pantar blandi póka á Volt. Ég var á hótelherbergi í Finnlandi, pantaði. Ég sagði þetta er aldrei að fara að koma hérna inn. Upp á hótelherbergi? Á Volt bara. Og ég sagði þetta er ógott til að vera satt. Þetta er aldrei að fara að koma. Þessi peningur er farinn. Ég setti mig við að þetta var tilraun að verði. Það voru stóru fréttir í enska boltanum. Mo Salah og Liverpool tilkynntu í sameiginlegri tilkynningu að hann síðasta tímabils er núna og hann leikur síðasta leikinn sín á þessu tímabili og fer eitthvað annað. Auðvitað mjög áhugavert allt saman og talandum breyttan heim og Sátarnir hefðu alltaf tekið Mo í janúar ef bara Sátiboltinn ekki verið að byrja að breyta. Sátarnir meira að pæla mikið í valjú og öðru slíku. Þú veist, hann var ekki tilvíðun að fór í þetta viðtal eftir lítisleikin, hann ætlaði að losa sig. Það er bara engin markaður með transferfíi fyrir svona leikmann í dag. Þannig að hann gefur auðvitað eftir, hann færi auðvitað hauga peningum fyrir sæna hún hvert sem hann fer. Þannig að peningalega mun hann koma ennþá betur út úr þessu öllu saman. Það er áhugavert samt bara hvernig heimurinn er búin að breytast hratt að það var hvergi hægt að fá transferfí fyrir hann í janúar. Nei, og ég held samt að eins og ég segi, þú veist, hann mun alltaf enda á stað á einhverjum skriljara díl, eða þú veist, ég gerir ráð fyrir að hann fari annarkvort í Sáti eða MLS. Er það ekki svona? Jó, það er svona sem allir tala um. Það er ekki nokkuð viðbúið. Það væri mjög, þú veist, það er ekki alveg mjög spes ef eitthvað lið myndi taka eitthvað smá gamla á eitthvað stórlið, þú veist. Barcelona gæti Barca einhvern veginn riggað upp einhverjum sjónvarsamning 38 ár fram í tíman og fundið eitthvað smá pening. En er það ekki samt Sala einhvern veginn ekta til að taka eitthvað svona múf? Barcelona, Real Madrid. Hann er alltaf superfitt. Superfitt. Hann er 92 mótil. Hann er búin að missa svona jart. Hann er búin að tapa jart. Já. En ég meina, spænski boltinn er ekki sama og út ekki börli útivelli. Nei. Þetta er alveg... Sko, haldið að hann sé of mikill sportingmetnaður í honum ennþá til að fara til Sáti. Ég ætla að segja að haldið sér í Evrópu. Þú veist að því að ég held að það sem að Liverpool hafa verið að vonast eftir að þessi Al-Ittihad peningar væru ennþá á borðinu. Við munum eftir að þeir buðu þarna 100 milljónir eða hvernig sem það var, sko. Hann elskar svo sem að vera það sem að vera. Hann býr þarna í norðvestur og hann vil bara vera þar en það er ekki eins og hann geti... Það getur enginn dröggað fótbolta í dag. Það getur enginn skriljarða eigandi Sunderland sagt bara, Mo Salah er að koma til okkar. Það er búið. Já. Ég ætla að segja að hann verði í Evrópu. En hvað, gæti að fara til PSG? Gæti það verið eitthvað? Það er náttúrulega alveg, klárlega gæti hann það. PSG, maður sjá. Jú. Sér hann ekki alveg? Verða hann að kantinu með eitthvað?
Sko, hann hlýtur að hugsa til þess að langa til þess að gera eitthvað með egypska landsliðinu. Þú veist, það kannski mögulega mótiverar hann til þess að, þú veist, halda áfram og reyna þá að vera í einhverju toppdeildum. Ég held að, þú veist... En að gera eitthvað með, þá ertu að tala um að vinna afkom. Já, byrja þar. Bara reyna allavega að koma sér allavega, þú veist, þetta egypska liðið er náttúrulega verið oft á tíðum vel mannað en aldrei gert neitt. Nei, hann náttúrulega núna með Marmús með sér og já, ok, gott og vel, ég veist, afkon er bara þannig, ég er svona smá aðeins í svona sem minn harðasti afkonmaður, þá var ég Þetta var högg fyrir þig, þessar fréttir í síðustu. Nei, veistu hvað, ég er búin að hugsa þetta svo mikið ég er ánægð með þetta í dag. Af hverju? Af því að ég sé fyrir mér úrslitaleik HM í sumar, Englendingar fá tæft víti, Argentínumenn labba velli, svona framkoma verður að hafa einhver afleiðing. Þú getur ekki látið svo. En þetta verður að hafa afleiðingar samdægurs eða daginn eftir, ekki 3 mánuðum síðan. En rétt ákvörðun, ég er rosalega svona aðdáðandi réttra ákvörðun. En þeir taka engar ákvörðun Sama hvernig að koma. Sama hvernig að koma. Rétt ákvörðun, þú veist, tímasetning er eitt, það er rétt ákvörðun. Fyrir mér er það bara eins og hvert annars algett. Það hefur kannski geta gert þetta aðeins fyrr. Þetta var svolítið seint. En í Afríku þá gera menn hlutin á sínu tempói. En þú veist, ég meina, er ekki alveg klárt að, þú veist, Mo Salah verður í úrvalsliðum Premier League, þú veist, svo lengi sem, Jú. Þú veist, er það ekki bara frágengið? Jú, það er alveg klart. Ég var þannig bara all time. Já, sjálfsög. Já. Ég meina, er ekki fullt Ertu smeykuð við hún núna? Ég var bara að segja, þetta er stórkostlegur leikmaður. Hann er stórkostlegur og líka með frábært attitút fyrir utan auðvitað þetta upplöpu á móti Leeds þannig að eftir var smá svona það var óþarfi. Hann sýndi á sér mannlega hlið. Hann sagði að vera búið að henda sér undir rútuna. Já. En hugsa ykkur. En hann, svona attitút, ég meina hann er með frábært attitút. Hann er með calculated attitút. Já, bara frábær leikmaður. Já. Engin spurning, það er hárrétt og eitt besti leikmaður ensku úrstildarinnar án nokkurs vafa. Herru, nú þarf að fara að þrífa upp, Hjálmar. Já. Ég gera með löðri. En þú ert að fara að þrífa hjá Tottenham. Heldur betur, taka til. Löður og Dóttur bara saman þrífi við heiminn. Já. Ertu búin að reyka Tútor? Já, ég er búin að reyka hann, já. Hann bara... En hvernig má það vera að ég ekki búin að gera hann? Þetta er bara ótrúlegt. Ég held að það hef ekki hjálpað blessi sín og minning pappans. Já. Að hef ekki hjálpað að hann var... Nei. Hann dóð þarna sama dag. Það er ógeðslega taktust að reka hann sama dag eða sömu viku. Það er bara ekki hægt. Þú veist, nú voru aðeins að vera mannlegur. Já, Gunni, þú er ekki alltaf verið harðasti. Ef einhver er mannlegur, þá er það ég, sko. Mennskan er ekki þín. Nei, þetta er bara agalegt ástand. Sko, getur ekki verið samt. Nú veit ég alveg að þessi lið er að velta skrillurðum og það er nægu peningu til og allt svona. En á einhverjum tímapunkti þarf þá ekki að spyrja sig, herðu, höfum við efni á því að reka endalaust á þjálfurum? Kostar að falla. Já, nákvæmlega. Það kostar hann er samning fyrir með mæ. Tottenham fellur ekki. Þannig að þetta er ekkit einhver rosalegur peningur sem færi ofan allt sem er búið að henda í leikmenn í þjálfara. Bara einhver $1 milljón pund eða eitthvað. Þeir eru náttúrulega að borga frankarnum og það er væntanlega alvöru peningur. Já, það er alvöru peningur. Sem eru að borga frankarnum. Þeir eru með alveg fullt af köllum sem eru ennþá að borga. Ég meina þeir eru ennþá að borga hans. En getum við ekki fengið bara í verktakavinnu Pochettino? Bara verktakavinnu. Borgaðan með þessar 8 vikur sem er eftir. Þetta er náttúrulega ástandi þegar þessi leikur móti Nottingham Forest. Ég hef aldrei lent í öðru eins. Ég hef aldrei verið sigurviss fyrir neitt leik. Þeir töpuðu leiknum 3-0, skiptingarna hjá mannunum voru gjörsamlega glórulausar. Hann veit ekkert hvað hann er að gera og þetta er bara alvarlegt. Þetta er bara, þú veist, ég get mikið verið með hann og ég var nú eiginlega á því, ég myndi láta að fara í dag. Búin að syrgja smá Þarna einmitt kemur svolítið mennskan inn hjá mér, sko, að, þú veist, mér finnst það sé ekki hægt bara einhvern veginn að hlaupa bara til og ráða og reka og það er ástæða fyrir til mér þó að allt gangi gjörsamlega sko, þó að það logi allt stafnan á milli hjá FCK, Kaupenhavn að þá er samt Jakob Nystrup en þá í starfi það hefur að miklu leyti eitthvað til með það að gera það er bara of dýrt að reka. Já, það er allt annað dæmi heldur en Tottenham Hotspur og FCK eitthvað, það er ekki verið að bera þetta saman, þetta er bara þvæla. Þú veist, það er það og einhver intern manager sem hann er raun og veru, þú veist, hann er ekkit einhver
hann bara fram í maí, svo bara samningunum búin Já. þetta kostar ekki neitt í samanböru við að búa að eyða miklu bull í þetta allt saman Í hvað en sæti auðvitað endaði- kostar að ráða annan þjálfari, ég gerum alveg grein fyrir því Í hvað sæti endaði Tottenham fyrir? 17. Já. En það var líka litað af Evrópukeppninni. Já, Það var mjög litað af því. það var það, þeir ákveðu bara að gefa skítið deildina vissu það var ekkert að fara að falla Þannig að ég held að við ættum kannski ekki að vera að horfa í þetta allt saman. þetta er rosalegt Ég held þeir fallir samt ekki ég held ekki þeir tala núna falla ekki. DSRB sé bara, hann er bara kortur í þetta, en hann vil náttúrulega ekki taka við liðum Championship Nei, Við þannig að, slum fara yfir í vinnera og lúsera í þessu öllu saman 66 á norður eru vinnerar í útivista fatnaði og kraftkarlarnir okkar eru í merkingu eins og stendur já, sem stendur þannig að Erum við við erum að fara í kraftkarla á öllum Í alvörunni? Já. Þannig að þegar þú situr úti að því að reyndar ert þú alltaf eins og sonum minn bendur ofta alltaf inn í glerinu já, hann bendir í glerinu og segir þarna er Gunni Ég er reyndar, já eða þarna í þjálfarahópnum Já, ég er það Já. Þú þurftir að taka eitt leik með okkur þar í sumar Það er leikur gaman. gleðin það er ótrúlegt En 66 er alltaf að sjá til þess okkur heitt á vellinum Já. ég elska, Herri, við slum velja vinnera og Já. lúsir ef ekki að velja ármenninga þeir Jú. hendur sér upp í körunni jú, Já, ríkara vel gert Þorláksson búið að fóru niður það. lögðarinn fagnaði herðu, Hugsa hvað þetta er fljótt að gerast í körfubolt á Íslandi þú getur búið til gott við svona já, unnið titil svona og svo bara niður. you're out of here Ég meina síðustu 15 árum þá er bara Snæfell bara jú, núna í- Snæfell er ekki til lengur Nei. Nei. Já, þeir eru Já, í stöldinni Hérna, sko, Viktor Gjókeres Já. er vinnar Hann er Herri, ég fer í- Ég ætla að segja Tindastól, náttúrulega Já, Þeir Tindastóll, trýtluðu í Vesturbæin í gær og Roy sóttu sigur Hodgson var að Treyðu taka- annarsætið var að taka við Bristol City 78 ára gammal Rói Hötsson taka breystu Herru, þetta minnir mig á það Ég sáuðu klippuna af Harry Redknapp Hann var á einhverju veðri já, eða eitthvað svoleiðis. já Herru, auðvitað Tottenham að ringi Harry Redknapp Málið það Hvað, ertu ekki sammála því? Já, þessi brandar er samt svona Djöfull gaman. þetta er samt, hann er 80 ára eða eitthvað Já. Það Og hvað? það er Erum við að hlusta hann á er ekki- aldursfordóma núna? Nei, ég af öllum mætti ekki vera með aldursfordóma sko. Var ekki til í Nei, það er of mikið. Er Það er ekki of allt betra heldur en Jú, að sjálfsögðu, Í góðfótum. en ég held samt að hann kallgreiði var Ég nokkri valsmenn báða með að velja þriðja liðið í úsleikjumni í handbolta í Val, Háka Þeir Voru það Valsararnir sem báðu þig? Það var allt gegn það var alveg Háka Já, það var ríkalegt Já, ég sko Nafli var trilltur á vellinum Já, En valsmenn eiga að mæta í síkið núna á morgun og mæta þær Hákaðingunum Þannig að sjáum hvernig það allt saman fer Nú, fleiri vinnur Já, náttúrulega Þetta er með fleiri vinnur Ég ætla að fá að velja hérna Ólympíusambandið því fyrir að banna körlum að keppa á móti konum á Ólympíuleikum og nú vona ég að öllum velunum verið skilað þessi mynd af ítölsku konunni grátandi verður miklu einhvern veginn powerful, hún var enn mikilvægari í dag eftir þessar fréttir ég sendi þér á Messenger hérna og þar sem hún var grátandi eftir að allsýringurinn Bufana já, og þessi mynd einhvern veginn verður mikilvægari í dag en hún var kannski fyrir þess að mikilvæg og ég held að Ólympíuleikarnir 2028 ég held að þeir verður stórkostlegir og þetta er svo, Hjálmar, hversu mikilvægt er þetta? Þetta er bara svakalega Þetta er bara, maður hefur trú aftur á mannkynnu Já. Það er bara svo lis Þetta eru góða fréttir Ólympíus, þeir sko slóu svona 15 varnagla svo að Vóki er ekki reitt sko Já, í þessari yfirlýsingu sinni jú en loksins er fullóttan fólkið komið inn í herbergið og það að stýra Þetta er ekki og eftir hörmungarnir í París þá kemur þetta allt saman tilbaka er þið með lúsara? Gunni Nei, ég Verðum við ekki að segja Brynjólfur fyrir að klúra þessu etadóti Jú, ef að það er staðan það er auðvitað staðan, það er ekki þannig hvað heldur, allir aðrir fóru inn og einn Eitt sem ég er að velta fyrir mér já. Það hljóta allir að fengi mail eða sendi eitthvað Er það eitt strákar? Eta já, auðvitað heldur að vera einn bara sem að glemdist að senda á Brynjólfur Nei, bara hvað, þú veist Brynjólfur á topp pandaganga það virkar ekki þannig sko Það verður að leti yfir það fann úti Já, ég hef engar áhyggjur á Brynjólfi sko. Ég er svo eini sem er engar áhyggjur á honum Nei, ég er sama hér við slum fara Ég, sko Ég fæ kannski að lauma inn Auðinu Blöndal
Í sem vinnur vinnarflokki Herðu, Expected Fans Já. sem er frábær Heyrðu. nýtt metrik hjá Expected Fans að mæta fossin hjá Auðunu Blöndal eftir 2 vikur þú veist, rétt fyrir leik Víkings og Breiðabliks en vandamáli, ég held þessi ekki eða búin að fá að opna Nei. og Reykjavík dregur lefna þetta er svo ég heiti Halldór Benjamin í Smáralendinni hann bara knúsaði með hann og þakkaði mig fyrir hérna matöllina ég sagði, herri, ég ger ekki neitt ég hlýpar í Kópavogi, sko en það er svo allt annað, við vinnum svo hratt í Kópavogi og hann opnaði bara heila matöll með öllu en þann, hérna Við þurfum að fara þessi yfir þetta það er eins og að sé ykkur einslátt að villa hérna Þetta er eitthvað svoleið, sko þetta Sigga Geirdal Gunnar Birgis alfadæmi lifir ennþá í Kópavogi sem er náttúrulega bara dautt í miður í Reykjavík en hann var svo fyndið að Halldór Benjamin hann bara tók út af mig og það er flott hjá hann ég ger ekki neitt Þakkaði kærlega hér fyrir þetta en þú ert hlut á kultúrnum ég sagði, ok Be the change you want to see in the world heldur betur við slum kíkja á Neyða Já með Einar Á það sem þig vantar Einar Á Hljóttum að fá stefið, eða ekki? já, jú, við erum að fá stefið það er allt í ykkur bulli hérna við erum á útivelli og sjáum bara hvernig þetta fer allt saman við notum bara þetta þetta er geðveikt. Walking on a dream þetta er svolítið Einar Álag Já, þetta er svona Einar Á maður lappar inn á Dalvegin og nýtur lífsins Aston Villa er að gera 1-1 Elche í æfingarleik á Pinatar Sigurður Gísli Bónd að fikta í Gunnari Birgisinni hér Jokkeris besti framverð í heimum þessa myndir og Já, Siggi nú á að stríða Gísli Þór Gíslason okkar maður á Skaganum hann segir 29. júni Neyða Já þetta er auðvitað ágúst þetta er auðvitað árás á landsbyðina og landbúnaðinn þannig að þú segir vantilega Ég segi nei Já, við erum nei Þetta er hernaðaryfirlýsing Já, þetta er stríðsyfirlýsing við ykkur og maður alveg finnur til með ykkur bætum takk fyrir það Nú, Unnu frænka, sko, ég berst fyrir henni hún á Hamar í Hegranesinu og ég berst fyrir henni það vonandi að Evrópusambandi heyrði ekki alltaf henni það er einu sem ég get sagt hjá mig ætlar að taka við Tottenham ég veit ekki Ég er klár Nú gerði Gunni eitthvað sérstætt í tilefni Amalis Arteta Já, ég fekk mér bara fínt að borða eins og hann gerir vel við sig, hann er oft á grillinu Nú, hvort myndi GB vilja taka 18 með Tiger eða dinner með Arteta Þetta er gott Þessi er góð Ég, sko leið og Arteta setur stóran titil á borðið þá er ég til í að setja sinni með honum þangað til þá verður þetta 18 með Tiger Nú, á Dokkmyndi mikið þátt í okkur Jóhann Smási Já. Eru Háki Hábarósarnir ennþá duglegir í ræktinni? Já, ég vil sjótt séð það Ég er náttúrulega á hjólinu, að solt hjólinu Þannig ég verð ekki mikið rættinu Svakant að sjá bara hvernig það er rosalegt það var þetta motivation-vídeó ég var ekki að nenni í ræktina skýta við Ég vonaði að kveikti í ykkurum Já, kveikti mér Gott Hvað, ertu með þetta bara á stofugólfinu? Þetta er geðveikt Svo bara fer ég á það bara Hérna nú er stærstileikur ásins á sunnudag og það er langt síðan við vestramenn töpuðum úrslitleik að setja pressu á Víkinga þá verður að telja sterkasta lið Íslandssögunar sigurstranglara eru við að sjá draumar rætast hjá vestra og meistara byggarinn í byggararskapnum á Torfanis Þessi leikur á Rúf á sunnudaginn þetta verður áhugaverður leikur Eins og þú talar um Víkingana þá verður þetta bara Víkingur bara 8-0 Nei, ég meina það vinnst engin leikur í einhverjum bakherbergjum Nei, og einhverjum pappir það er nú stóra máli Höldum árum, er Gunni búin að jafna sig eftir þetta bottle job hjá afturöldingu í byggarúslanum í Blaki? Já, hjá kallaliðinu Já, kvennaliðinu líka Já, kvennaliðinu líka Það er einhver lægð sem að ég þarf eitthvað að rífa veskið held ég Nú, spurning til GB eru Arsenal að fara inn yfir 1,5 byggar á þessu tímabili? Já, ég held að vera að telja slíklegt Já. Nú, far hjá mig 50% afslátt hjá Skallanum í Árbæ Nei, ég beði aldrei afslátt neins þar Styðjið þið borgarlínuna? Nei, ég svona, nei, já Ertu byrjað að hallast að beða borgarlínu? Sko Ég held veistu hvað Ef er strætó, er það örugur staður? Ef þú getur verið lamin í strætó í dag? Já, ég myndi ekki vilja vera í strætó Já, ég myndi svona ef að Nei, strætó er alveg örugur Já, hann er alveg örugur Er hann örugur? Já, ég strætó alveg örugur Er það? Já, ok Nú,
myndi Hjálmar púlla höguna á Sjörvars? Nei, þú ert ekki nú harður í það, þú ert mikill bánsi. Jú, ég ætlum að segja já. Já, mér alltaf langað í þetta hérna. Já, ég alltaf langað í skarðið. Enda þegar að Jim Carrey var í Nýmaðsörfunari þá lét Hank gera sig. Jú. Nú, á Gunnar eitthvað upp á að slaga með Helga. Hvaða Helgi er Helgi Björnsson? Nei, ég myndi halda að þetta væri Weekend. Já. Þetta er Af því að þetta er Eli Jóhann. já. Þetta er Eli Jóhann, sko, þetta er kóngurinn. Ætlar á Weekend í sumar? Það væri nú gaman. Já, við þurfum að finna tónleika. Já, við ætluðum nú alltaf að fara. Við erum að fara í sumari. Já, Fáum við ég er alltaf að býða eftir að Bond kenna GB að flagga fisk, já, við getum nú fengið það vídeo. Ég er alltaf að býða eftir að þið bjóðum mér eitthvað út. Já, Gaman, HGH. Má sjá, er það rétt að hjemmi tækir stundum aukaöngu inn í aukaöngu? Það er gerst, já. Inn í aukaöngu. Það er gerst. En sko það sem að fólk verður að fatta sko að aukaæfing er að mæta aukalega. Fólk oft telur sko þegar þú ert að vera að gera eitthvað ekstra í lókin, þá ertu bara að bæta við ekstra. En þegar þú ert að bæta við æfingu. Ég er að bæta við heilli æfingu í, þú veist. Það er aukaæfing. Já. Nú gefur Hjörvar Dóttur fútbolstrákunum páskar. Já, ég er búin að gefa, Markurinn er búin að fá sitt. Ég fekk líka. Þannig þakka. Já, þannig að og Landsspítalinn er vel gert hjá þeim. Nú hefði Dokk í bodybuilding-standinu varið síðustu 2 írsku spinnar, já. Nú Það er lélega spinnumar, maður sjá, þetta eru margar góða spurningar. Svakalega margar góða spurningar. Myndi íslenska landsliði komast í riðlakeppni Champa? Það er alveg ágætis pæling. Þetta er góð pæling. Já, þetta er frábæð pæling og Solon Elding. Þetta er mjög góð pæling. Býtum við, sko Þorsteinn Gunnarsson er styttra síðan að Ipswich Town varð ensku meistari en Tottenham Hotspur. Það er já. Sko Tottenham var 60-60. Nei, það er styttra síðan að Tottenham, síðan Ipswich Town. Já, hann mætti alveg veit það. En Veistu hver þetta er? Já, Þorsteinn Gunnarsson, grindvíkingurinn snjall. Hann er Eyjamaður. Já, þú veist, fyrir mér hann alltaf grindvíkingur. En hann er, veit ég hvað hann er í Eyjum? Hann er Þórari. Hann er, já, ég held mikið upp á hann. Hann er Þórari. Já, það er svo margar spurningar. Geggjað spurningar. Ég ekki fyrirgefið sjálf mér ef við klikkað að bera fram spurningur frá Þorsteini Gunnarsson. Nei, það er gaman að sjá hann núna. Verður Arnar Gunnarsson annar maðurinn í Íslandssögunni sem þarf að texta í sjónvarpinu? Hvað er spurningar? Ætli það sé ekki annan Helgi hvað heit hann aftur? Helgi Hósunar. Nei, Gísla Uppsölum. Gísla Uppsölum. Alltaf vargur hann að crossfesta sig á föstudaginn lang. Já, maður hefur nú gert það nokkru sinnum. Ég væri til ég að fá að negla þau sinn. Já, ég veit allt það. Við kjóra á pítu. Við erum náttúrulega ekki hérna næsta föstudag, þá er okkar helgasti dagur, þá er föstudagur langi. Þá legg ég alla vinnu frá og læt allt slíkt vera. Minni það að Doktorfútból verður ekki að Dokk án landabæra á þriðjudegi, verður frekar á þriðjudagskvöldi eða miðvikudagsmótni, því að allir stóru leikirnir eru á þriðjudaginn, það er að segja spilið, þannig að það er ekki neitt að tala á þriðjudagsmorgun, en hellingu til að ræða á miðvikudagsmorgun eða þriðjudagskvöld. Við slum fara í El Grandi og El Grandi er svo sem bara þælur í dag, stutt og laggott, skemmtilegt og njótunum lífsins í leiðinu. Skiptir það ekki máli? Já, sjálfsög, það skiptir máli. Skiptir ekki máli að njóta lífsins. Já, ég er með klukkuna hér frá klukkunni. Ég var einmitt að pæla í þessu. Ekki klukkan. Ég ætla að fara að fá mig kassi úr. Klukkan hér og gat í eirað. Er glata ef ég fæ mig 46. Ég fæ mér eitthvað trilltan lokk. Ég var að pæla í þessu. En sko, þú ert maðurinn með lokk. Já, við myndum alltaf fá okkur stein, eða ekki? Mér langar í svona Neymar krossin hérna. Já, krossin. Alltaf með krossin. Wow, let's make it happen. Let's make it happen. Það er gaman. Og já, klukkan með Doktorfútból. Þarna var ég næstu búin að hella niður. Herri, þetta geta fara illa. Herri, gjörðu svo vel. Ég vil fá bara liðin sem að voru í ensku úrvalsdeildinni fyrsta tímabilið 92-93. The Founding Fathers. 92-93. Já. Og ég ekki bara að byrja. Jú. Arsenal. Það er hárrétt. Tottenham. Já.
Manchester United Rétt. Liverpool Já. The Founding Fathers of the Premier League. Fathers Það voru 22 lið. Já, þetta ætti nú að renna nokkuð ljúflega niður Já. Everton Það sjálfsögðu. Everton, já, Crystal Palace Það er hárrétt, Crystal Palace er einn af Founding Fathers en þeir fjallu þetta tímabil en þeir eru úr það. Já. Ég fer þá næst og færi mig við til Chelsea Chelsea Sko, það eru tvöðana Ég er sem að taka sjens Já. Ég ætla að fara í Ég held þessi rétt hjá mér Sheffield Wed Já, þeir voru í 7. seti þetta tímabil. já Sko The Founding Fathers of the Premier League. Fathers Ég segi The Founding Fathers of the Premier League af því að það er svona lið núna sem er reyndar í 4. deild. Já, Það er mikill uppgangur núna og þeir eru The Founding Fathers of the Premier League. Já. Þeir eru einu liðið sem státar sig mjög mikið að því að vera The Founding Fathers of the Premier League og við sem fylgjumst með Slökum Barber, við náttúrulega sjáum hann röldaðinn á völlin daginn. ég ætla að segja West Ham Þú ætlar að segja West Ham. Sko, Eru þeir einu af The Founding Fathers of the Premier League? Nú já. West Ham United eru það, veistu hvað, þetta kemur óvart. Já. Þeir eru það ekki. Já, Þannig að það er svo sem ekkit, það er ekki til að skamma sín fyrir Nei. það. Því að Nei, þetta var kannski óþara giss en var Til hérna dæmis eins og Manchester City sko Blackburn Rovers var til dæmis eitt sem Já, það var sem ég ætlaði að segja næst Já, sko voru þeir já, hana Blackburn var svona. Já, og Leeds eða ekki Jú, en sko, lið sem voru að keppa á United titilinn á fyrst tímlu voru Aston Villa og Norwich. Já, Norwich Ég einhvern veginn, Aston Villa er hana, já Ég ákvað að fara frekar í West Ham heldur en Aston Villa Ég veit ekki hvað það var Svona einhvern veginn, ég held að væri En liðið Tommy Steindors er alltaf að selja mér eitthvað traditionalisma í West Ham sko Já, þeir eru tradisjónum að því að þeir til þess að hafa unnið heimsmyndarkefni fótbolta, 66. Já, longer Svo back, margir, já þegar svo margir leikir. En býtu liðið þannig í 4. deild Já, Þetta er Oldham já, Oldham Athletic. Oldham og já þeir- Hvenær voru Wolsalan? Voru þeir ekki rétt á eftir? Það var Hverjir? 94 eitthvað, Hverjir? Wolsal Walsall hafa aldrei verið. Nei, hérna Svindon Svindon. Svindon. Þeir voru þarna árið. Já. Nottingham Forest er þarna Forrest eru þarna, já, og voru neðstir í deildinni. Það Þetta er hárrétt. skemmtilegt. Þeir voru einu af the founding fathers of the Premier League. Eitt af lið sem var alltaf það, því þið komið Sheffield Bed sem var gott hjá okkur. Að, já, Coventry var svona, Ég hef verið til að fara aðeins lengra ég held líka sko, eftir undurnúrstarleikin United Coventry, þá vissi maður, það er eitthvað special brewing að í Coventry. Og þeir eru leiðin upp núna. Maður vissi eftir en undurnúrstarleik, en á fræga leik, það er eitthvað special Þá sást brewing. QPR voru þarna líka Já. Já, þú ert QPR. Ég er QPR maður sko Já. Þetta er skemmtilegt. Þeir voru mjög Farið fjórum svona loftus út. lið og svo Wimbledon auðvitað sem að, hérna, en það er svo sem auðvelt að vera með þetta allt hérna verið framan sig og segja mönnum til syndana en West Ham er eitt af svona þessum stóru liðum sem voru ekki þarna til að byrja með. Sko, ég fór á Tottenham Oldham 93 og hann fór 5-0 fyrir Tottenham. Þá var ég bjói á Oxford. Já. Hvernig var veðrið? Það er bara light drizzle eins og alltaf. Svo vakar þetta lendi í mánuði af light drizzle. Sama veðri í 4 mánuði. En þannig eftir með ítalski kemstinni. Já. Eru þið sambandi í dag ekkur? Nei, ekki haldið því miður. En Sabrina Carpenter. En er þetta að finna nú LinkedIn eða eitthvað? Já, við erum alveg ég er ekki að fara lengra hver þetta er en við erum í ágæti sambandi og samfélagsmiðlum þó sem ekki meira sambandi Það er gaman að Og er það hún sem að dregur þið út þá? Hefur þið samdrögt í hann lagið eitthvað? Ég náttúrulega var rosalegur Eros Rama Sátt-tímaður og hann var svolítið heitur á þessum tíma þannig ég var oft svona að grípa í sérstaklega ég sakna hann svo mikið komið heim þá settum maður Eros Rama Sátt á Sapastas una bella canzone Bara það lag, Já Mástu að Tina Turner, vinkona mín, reynda að eðilegja það lag Var það? Já Það var að því ég er einhver svakalast Tina Turner maður, einhver óvæntast Tina Turner maður sem getur fundið en ég var aldrei ánægð með flutningina á ensku á þessu lagi Nei Er ekki, mér líður eins og Tina Turner sé svo sem að er búin að fá svona flest svona eitthvað Tina Turner hérna
Í tribute eða eitthvað svona Já, Tina Turner tribute já. í háskólabíó hún Já, átti ég fyrir náttúrulega alltaf í Eldborg þegar Já, simply the best þegar Regín Óskar með Já. þú bara Þá finnur við Hjörvar það. þá er ég Tótt útból að þakka fyrir sig á föstudegi, þeir stóðu sig frábærlega þeir Gunnar Birgisson, einnig þekktur sem Vargurinn og Nei, Hjálmar ekki. Örn Já. verið í sæl